Hæ, í þessu myndbandi ætlum við að tala um lyklaborðið. Þegar við notum tölvuna erum við ekki bara að skoða og ýta á hluti, við erum líka að stimpla inn texta. Í hvers skipti sem við heimsækjum vefsíðu, tölum við vini og ættingja eða leita með einhverju áhugaverðu efni á Google eða Wikipedia, þá þurfum við að nota lyklaborðið til að stimpla inn texta. Og því er mikilvægt að við höfum góðan skilning á því hvernig lyklaborðið virkar. Í hvers skipti sem við förum að stimpla inn texta, kemur lyklaborðið upp á skjáinn. Lyklaborðið lítur einhvern veginn svona út og við getum alltaf lokað því aftur með því að ýta á takkan hérna niður til hægri sem vísa niður. Þannig að núna loka ég lyklaborðinu og ef ég vil fá það upp aftur þá ýti ég aftur á svæðið þar sem ég vil stimpla inn texta minn. Lyklaborðið er sára einfalt. Til þess að stimpla inn stafinn þá einfaldlega ýti ég bara á þann stað sem ég vil stimpla inn og þá stimpla stafurinn inn. Lyklaborðið sé sjálfkrafa fyrir okkur að skipta á milli hástafa og lágstafa eftir því hvenær það á við. Til dæmis í byrjun setningar er lyklaborðið alltaf með hástaf og taki eftir því hvernig lyklaborðið mitt breytist frá því að stimpla inn hástafi yfir í lágstafi. Ég get haft svolítið stjórn á þessu sjálfur, annaðhvort með því að ýta á eitt af þessum örvatökkum sem að vísa upp í loftið til hægri eða vinstri til þess að búa til einn hástaf, eða ef ég ýti tvisvar sinnum snöggt á þennan takka, þá stimpla ég bara inn hástafi. Og með lyklaborðinu þá getum við ekki bara stimplað inn bókstafi, við getum líka stimplað inn alls konar tölur og tákn. Og það eru tvær leiðir til þess að gera það. Fyrsta leiðin er að skipta lyklaborðinu frá því að stimpla inn bókstafi yfir í að stimpla inn tölur. Þannig með því að ýta á þennan takka, taki ég eftir hvernig lyklaborðið mitt breytist og núna get ég auðveldlega að stimpla inn tölur og sérstök tákn eins og sviga, stjörnur, okmerki, tvípunkta og svo framvegis. Og ef ég ýti hérna þá get ég meira sér að funda enn fleiri tákn eins og til dæmis hornklófa, slaufusviga, evru, dollara og pundmerkið. Ég get líka nálgast alls konar tölur og tákn auðveldlega þegar ég er að stimpla inn bókstafi. Taki eftir því hvernig hver einasti bókstafur er með annað tákn á sínum takka sem er merkt í gráu. Og það sem þetta þýðir er að auki þess að stimpla inn bókstaf þá getur þessi takki líka stimplað inn táknið sem er sýnt fyrir ofan. Þannig að til dæmis bókstafurinn Q getur líka stimplað inn tölustafinn 1 og til þess að stimpla hann inn þá einfaldlega dreg ég niður puttan á takkanum mínum þangað til að táknið er búið að taka yfir takkan og svo sleppi og þá er tölustafurinn minn eða táknið mitt komið. Þannig að tvöfaldátt til dæmis myndi breytast í tölustafinn 2, E í 3, bókstafurinn G myndi breytast í stjörnu og M myndi breytast í tvípunkt og svo framvegis. Til þess að stroka út á lyklaborðinu mínu nota ég þennan takka hérna efst uppi til hægri og hann strókar alltaf einn bókstaf út í einu og strókar út sem sagt einn staf aftur og bak. Og svo til þess að búa til nýja línu þá ýti ég á þennan takka hér með örinni sem að kallast entertakkin og entertakkin hann alltaf býr til nýja línu fyrir mig. Núna skrifa ég einhverja setningu og býr til nýja línu og skrifa aðra setningu og svo framvegis. Þannig að þetta eru helstu grunnatriði lyklaborðsins. Í næstu myndböndum ætlum við að sýna ykkur aðeins flóknari eiginleika lyklaborðsins sem geta verið gagnlegir í sumum tilfellum.